Mig langar að segja ykkur frá geggjaðri uppgötvun því stjörnufræðingar hafa fundið sönnunargögn fyrir þyngdarbylgju bakgrunn í alheiminum í fyrsta sinn. Skoðum þetta aðeins betur. Þegar þyngstu fyrirbærin í alheiminum, til dæmis 2 risasvarthol hringsóla hvert annað, þá verður til öldugangur í geimnum. Öldugangi köllum við þyngdarbylgjur. Í alheiminum eru svo mörg risasvarthol að dansa í kringum hvort annað að geimurinn allur í yði, eins og ólgusjór. Og þá eru til þyngdarbylgju bakgrunnir eða kliður þar sem öldurnar koma úr öllum áttum. Kliðurinn svona svolítið eins og stöðugt suð þótt eyrun heyrið ekki, svona eins og suð á tónleikum. En til þess að mæla þetta, þá þurftu stjörnufræðingar að nota framandi stjörnur sem kallast tifstjörnur. Og tifstjörnur eru ofurþéttar leifar sprengistjarna, aðeins minni en höfuðborgarsvæðið og ein teskeið af efnum þeim vegur álíka mikið og mannkynið allt. En þessar stjörnur snúast fáránlega hratt og þegar það gerist þá senda það frá sér útvarppúlsa eða tif sem hljómar eins og klukka sem tekar allt og hratt, einhvern veginn svona. Þyngdarbylgja ferðast eins og gára í vatni geiminn og sveigir og strekkir og þjappar geimnum saman. Ímyndaðu baugju á sjónum sem færist til og frá okkur út af öldugangi. Tifið frá tifstjörnunum seinkar og flýtist þess vegna. En öldurnar sem við erum að mæla eru gríðarlega langar og berast sumar á 30 ára fresti svo það er ótrúlega erfitt að mæla þetta og þess vegna urðu stjörnufræðingar að hlusta vandlega á 68 tifstjörnur í 15 ár. Þetta er ótrúlega merkileg uppgötvun sem hjálpar okkur að skilja betur hvernig alheimurinn okkar virkar. En við erum samsagt byrjuð að hlusta á alheiminn humma með því að kortleggja ölduganginn í honum með hjálp dauðra stjarna. Það er dálítið magnað.